Ég heiti Gylfi Dalmann Aðalsteinsson og ég er dósent í viðskiptafræðideild Háskóla Íslands og þar er ég að kenna aðalega námskeið á meistarastigi og MBA-námi, námskeið eins og mannauðsstjórnun, samskipti á vinnumarkaði og breytingastjórnun. Fyrstu kynni mín af stjórnvísi voru í kringum 1995 þegar ég er að koma heim úr framhaldsnámi frá Bretlandi og þá fór ég að vinna sem ráðgjafi á Hagvangi. Og í starfi mínu sem ráðgjafi þá kynntist maður fljótlega starfi stjórnvísis og ég var duglegur að sækja ýmiss konar námskeið og fyrirlestra. Ég hef verið nokkuð virkur þátttakandi í störfum stjórnvísis, sérstaklega er það með minnisstætt í kringum aldamótin þegar íslensku gæðaverðlaunin voru afhent. Og 1997 voru íslensku gæðaverðlaunin fyrst afhent. Og þau gangi út af það að fyrirtæki á þeim tíma þau sóttu að taka þátt í íslensku gæðaverðlaununum. Þau byggðu á svokallaða evrópska gæðalíkani, eða EFQM-líkani. Og síðan voru það ákveðin dómnefnd eða úttektarhópur frá stjórnvísi sem fór heimsótti fyrirtæki sem tóku þátt og var að sannreyna sjálfsmatsskýrsluna. Það sem ég fengi út úr því að starfa með stjórnvísi og nýta mér þá þjónustu sem þar er í boði. Fyrst og fremst myndi ég segja að þetta væri gríðarlega mikil suðupottur þekkingarmiðlunar og fræðslu. Og sem sérfræðingur á sviði mannauðsstjórnunar og fleiri þáttum eins og breytingastjórnunar þá er mjög mikilvægt að geta haft þennan vettvang sem stjórnvísi er til að heimsækja fyrirtæki og stofnanir, kynnast öðrum sérfræðingum og stjórnendum og heyra hvað menn eru að gera, nota bestu aðferðir á viðkomandi sviði hverju sinni. Ég held að fólk geta að nýta sér þjónustuna sem eru í boði, faghópana, ráðstefnurnar, fundina, til þess að efla til dæmis tengslanetið, kynnast því sem er verið að gera varðandi bestu aðferðir í stjórnum, bæði á fyrirtækjum og stofnunum og fá þarna bara beint í æð það besta sem íslenski stjórnendur og sérfræðingar eru að fást við hverju sinni.